Nú hendum við okkur í páskalag. Páskaegg, baggalútur. Ég ætla að spila með laginu og svo fer ég aðeins yfir það. Hvernig við spilum þetta lag. Ok, sjáum hvað gerist. Þeir sem eru búin að átta sig á því að þetta eru þetta Lick It Up með Kiss. Það var gaman að segja frá því að við byggðum þessa útgáfu upp á tónleikaútgáfu sem kemur út á Alive 3 sem er tónleikaplata með Kiss. Og lagið er nú frekar einfalt. Þetta er A-dúr, D-dúr, G-dúr, E-dúr, F-dúr. E-dúrin kemur bara einu sinni. Og sólóið er algjörlega innan úr hljómunum. En í staðinn fyrir að taka A-dúr yfir í D-dúr hér, þá er ég með A-dúrin hér. Og
Svo tek ég D-dúrinn eins og þetta sé í rauninni C-dúr gripið með kabói og öðru bandi. En A-dúrinn virkar náttúrulega eins og kabó. Þannig að ég nota bara annan putta og þriðja putta. Ég er með annan putta á þriðja bandi á streng 2 og þriðji putti fer á fjórða band á streng 4. En A-strengurinn er alltaf opinn. Þannig með A-dúr, svona. Sem sagt, ekki allt gripið og alla strengina heldur. Opinn A-streng, annað band á fjórða streng, annað band á þriðja og annað band á annað streng. Og svo set ég niður á þriðja band og fjórða band. Þannig að ég er með þetta er D-dúr með A í bassa. Svo kemur G og D og A. Og í staðinn fyrir að taka alveg heilan D-dúr, þá er ég rosa mikið að nota bara 5-munda gripið, grunnnótu, 5-mund og grunnnótu. D, A og D. Sérstaklega er ég fyrir úr G, D og yfir í A. Litlar hreyfingar þannig. Prófum að spila erindin. D-dúr með A í bassa. Gott að taka þetta. Svo tek ég G-dúr með A í bassa. Þá er ég með svona nánast eins og ég sé með þvergripið G-dúr. En ég er með A í bassa, opinn. Þannig að ég er með 5. band á 4. streng, 4. band á 3. streng og 3. band á streng nr. 2, B-strengin. Og svo opinn A-streng. Þá er svo þægilegt að fara beint niður í D-dúrinn. Gerum þetta einu sinni enn. G, D, A. Í seinna skiptið, G, opinn A-streng, förum við F-ið. Þá tek ég bara einfalt. Seinna í laginu held ég hefi spilað G-dúrinn með opinn A-streng einfallega svona. Þannig að þegar við erum búin að spila seinna skiptið, þá er þetta bara einfallega skemmtilegt. Þá getur maður að fara svolítið í opna strengi með bjöllutóna, 12. band. Ég nota það svolítið. Þá annan streng, 3. og 4. Ég hef líka farið upp á 7. band og ég hef meira þess að gert á 5. bandi býður þetta upp á alls konar skemmtilega möguleika. Alls konar skemmtilegi hlutir sem maður getur gert. Nú ætlum við að skoða millikafla sem kemur rétt fyrir gítarsólóið. Þá er ég að spila á öðru bandi á E-strengin, það er físnóta, yfir í G. Hljómandir í gítarsólóinu eru G-dúr, D-dúr og A-dúr. Við erum með þvergripið í G-dúr. Við erum opinn vinnukonugripið í D-dúr og A-dúr. Og ég spila þá á 5. bandi á 4. streng, 4. band á 3. streng og 3. band á 2. streng. Svo kemur D-dúrinn, þá spila ég 2. band á 1. streng, 3. band á 2. streng og svo opinn G til þess að lenda í A-dúr. Ok, það hljómar svona. Og ég mjúta allt saman, ég set lófan aðeins hérna á. Mjúta, dempa niður.
Það hljómar þá einhvern veginn svona. Og svo E-dur. Eftir fyrsta viðlagið kemur skemmtilegu kafli. Ok, við erum með 3. streng og 4. streng á 12. bandi og förum upp á 14. band á 3. og 4. streng. Alltaf með A opinn. Lokakaflinn svo annað band á djúpa streng yfir á 3. band og svo opinn A. Físnóta, G, físnóta, G og A. Ok. Og svo endar maður að sjálfsögðu einhverju brjáluðu sólói. Það auðvitað gaman líka ef þið eru saman í hljómsveit að spila að þegar að einhver einn gerir G hér, D og A, að annar fari þá upp á G hérna. Og svo D hér. G, A. Ok. Skoða fleiri möguleika. Við getum líka tekið G hér. 10. og 12. band. D. A-dur þarna. Þannig að skoða hvar hljómarnir eru. Hvar eru fleiri hljómar? Við erum með A hér. A hér, A hér, og A hér. Við erum með A hér, A hér, A hér. G. Og D. Skoða hvar hljómarnir eru svo að sé hægt að vera með örlítið stærra sound ef þið eru með 2-3 gítara, píanó, bassa og svo framvegis. Ég vona að þið hafið haft gaman af þessu vídeói og vonandi eitthvað gagn líka. Nýtið tímann vel, æfið ykkur, hlustið á góða tónlist, ítið á like-takkan, subscribe og allt þetta klassíska. Það er fullt af fleiri vídeóum á rásinu minni. Tónholt, tónlistaskólinn, kíkið á þetta, hafið það gott, spilið á gítar og rock'n'roll.